Sæl vertu kæra Steingeit. Hér höfum við spilin þín í fyrir lestrinum þínum. Steingeiti mín góða, ég sé hér að þú ert búin að vera að ganga í gegnum mikla breytingar og breytingarnir hafa falið í sér ef þau vill flutninga, einhvers konar flutninga, annaðhvort innan það er að segja heimilisflutninga eða innan vinnunnar. Fyrir flestar ykkar eru þetta flutningar sem hafa orðið til gæfu og hafa opnað fyrir þér nýjar leiðir, og þetta finnst mér eitthvað sem er nú þegar hafið, eða jafnvel gæti verið að þú standir í miðjum klíðum að flytja. Þetta er ferli sem hefur ekki alveg settlast ennþá, en gæfan er vissulega hérna með þér í þessu ferli, sýnir sig hérna sterklega og hefur mikil góð og blessar í raun og veru all hinn spilið þín, hefur góð áhrif á það sem koma skal. Kæra Steingeit, ég fæ ekki betur síðan að fara vel um mig á nýja staðnum, en einhver tengsl eru samt hérna við útlönd, önnur lönd. Það getur verið að þú sért á leiðinni í ferðalag, en ekki fyrr en að þú hefur aðeins náð þér betur niður á jörðina hvað varðandi þessa flutninga. Barn kemur hérna upp. Barn getur táknað eitthvað splungu nýtt í lífið þínu sem kemur heim og saman við það að vera að flytja. Þá eru hlutir nýir og ferskir, allavega fyrst sinn. En þetta getur líka átt við barn sem tengist þér, og þetta getur jafnvel verið barn sem er erlendis. Tengingin kemur þar inn líka, eða barn sem er að fara erlendis. Og þó að sé stúlkubarn á myndinni, þá þarf það ekki endilega að segja til kyn barnsins. En ef til vill er þetta barn orðið nógu gamalt til að fara að heiman, og er þá kannski tengingi við útlönd varðandi það. Barn sem er að fara erlendis í nám eða eitthvað slíkt. Það er ein ábending til þín hérna, kæra Steingeit, og það er það, hún er sú að huga heilsunni þinni. Heilsa þín gæti hafa þurft að þola álag gegnum þessa flutninga. Svo er það oft þannig ef að hefur verið mikið stress eða hlutirnir hafa verið svolítið erfiðir, þá segir heilsufarið ekki alltaf til sín fyrir eftir að manneskjan er komin í ró og afslöppun. Þá allt í einu kikkar inn. Þannig svo líka minn haldi sér stundum rólegum og meðan að vestar að ganga yfir. Afsakið. Þannig að þú þarft að huga heilsunni, kæri Steingeit. Þú getur átt eftir að lenda í einhvers konar heilsubresti. Ég er ekki að tala eitthvað alvarlegt og ég er ekki að segja þetta til að hræða þig. Þetta geti verið ein af þeim mörgu flensum sem eru
að ganga á hverjum tíma. En þegar við erum undir álagi þá erum við oft viðkvæmari fyrir alls konar umgangsprestum. En ég gæti þetta bara átt við þreytu og streitu sem hefur verið uppsöfnuð og þú þarft bara að taka föstum tökum. Fyrir einhverjar ykkar kæru steingetur tengist þetta heilsufarsmál þessu barni og það er þá bara að taka á því ef og þegar það kemur upp. En í heildina eru þessi spil björt og góð að öðru leyti og ég talaði hérna áðan gæfuspili sem að blessar hérna leiðina þína framundan. Það kemur skýrt fram hér að þú nýtur þín að vera heima og slaka á í góðu tómi og það má vel vera að í þessum flutningum öllum gefist þér tækifæri til þess að huga betur að heimilinu þínu, losa þig við óþarfa og gefa sjálfri þér og þínum meira rými því að mér finnst þessi stofa hér einstaklega rúmgóð og björt og mikið af fallegum munum sem að prýða hana án þess að það sé neinu of aukið. Húsið sjálft í svona gamlum Viktoríu stíl fallegt, örlítið drungalegt og myndin tekin sýnir nótt eða sem sagt kvöld þegar máninn er hátt á lofti. Ég ætlaði að segja að myndin er tekin á nóttu til. Ég veit ekki einu svona hvort að myndavélar voru til á þessum tíma en þetta er náttúrulega ekki ljósmynd. Bara fyndið. Það er vernd yfir þessu húsi, það er vernd yfir heimilinu þínu og tunglið finnst mér gefa svolítið til kynna rósemi og já, bara ró og fegurð í tilfinningalífinu þínu sem ef til vill hefur ekki verið raunin áður en þú fluttir í þetta hús eða í þessa íbúð þar sem þú ert núna. Já, við erum ekki hætt aðeins að halda áfram. Ef að þetta barn er barn sem að er í þínu lífi, þá er þetta vísbending að svona huga ekstra vel að barninu, veita því sérstaka athygli og svona gefa því kannski meiri blíðu heldur en áður. Það er að minna á sig, þetta barn. Ok. Hér koma inn óvæntir peningar einhvers konar eða eitthvað happ sem að þú nýtir góðs af. Og mikið af fallegum, björtum tilfinningaspilum. Hér sé við ástinni við vötnum og hjá einhverjum er ef þau vil vona á barni. Mér finnst þetta meira að vera svona bara verið að láta vita að betri líðan sé í loftinu fyrir þig, kær steingeir.
Og ef að koma upp einhverjar hindranir og finnst mér að takast á við þær bara svona þinni alkunnu staðfestu. Og hér er líka talað um staðfasta væntumþykju. Það getur verið væntumþykja í garð þín sjálfs. Og eins að þú eigir góða að sem að sýna þér ást og kærleika í lífinu. Hindranir eru til að takast á við þær. Þurfa alls ekki að vera stórvægilegar, en þær gefa okkur tækifæri til að þroskast. Ef til vill þarftu að beita þér með því að tala máli þínu til að koma hlutum áfram og til að ýta einhverju af stað sem að þér finnst mikilvægt. Þetta getur tengst vinnunniðinni eða þeim verkefnum sem þú ert að fást við dagsdaglega. En hér er loforð að hlutirnir þokist fram á við þar sem að þörf er á. Og aftur vísbendingum eitthvað óvænt sem gæti verið í formi peninga eða eitthvað jákvæðs í lífiðinu. Ef að peningamálin hafa verið upp og ofan, þá er von á því hér að þar verði bót. Vonbrigði með sjálfa þig gætu átt við hérna. Þú ert kannski ekki að gera hlutina nógu hratt eða nógu vel eða eftir einhverjum viðmiðum sem að þú ert að setja fyrir sjálfa þig, kæra Steingeit. Mér sýnist eins og þú sért nú búin að sýna samt mikinn dugnað og bara það að flytja er nú bara töluvert verkefni. Þannig að ég myndi nú ekkert vera að refsa mér allt of mikið fyrir það að gera ekki hlutina alveg 100%. Frekar myndi ég bara klappa mér á bakið og vera góð við sjálfa mig. Þarna kemur unga manneskjan upp sem gæti verið þetta barn sem ég var að tala um áðan. Og aftur er að minna á sig. Og það er ferðalag varðandi þessa ungu manneskju. Bara gott og gleðilegt yfir því. Svo er hér hittingur með konum í þínu lífi. Gætu verið vinkonur, gætu verið skyldkonur þínar, frænkur, systur, eitthvað slíkt. Og þar er eitthvað uppnám í gangi. Sem að mun nú leysast úr. Og einnig getur hérna verið umræða utanlandsferð. Til dæmis einhvers konar vinkonuferð saman. Ég vil ekki tengja það samt sem áður endilega við utanlandsferðina sem var hérna áðan. Mér finnst hún vera meira bara þú, prívat og persónlega, þú og þín fjölskylda. En þetta er meira tengt utanaðkomandi og líka lengra í þessa ferð heldur en áður. Ég ætla að taka eitt spil enn hér. Já, kemur upp sem gott tækifæri. Það gæti verið vinahópur eða vinnuhópur. Það er að segja að þið tengist í gegnum atvinnu.
og sé að skipuleggja einhvers konar utanlandsferð þar. Það gæti mjög vel verið margir vinnuhópar sem fara saman í allskyns ferðir, námsferðir og slíkt. Og í raun og veru ekkert nema bara bjart yfir því. Þetta gæti verið tækifæri fyrir þig til þess að færa þig til í vinnu eða breyta einhverju í vinnunni sem þú gjarnan vilt breyta. Eitthvað sem þú hefur verið að hugsa í svolítinn tíma. Og þessi ferð gerir þér kleift að koma því loksins af stað. Ok, mér langar bara að lokum aðeins að kíkja hérna aftur á gæfuspilið þitt. Great Fortune. Fyrir margar ykkar kæru steingetur fæ ég þau skilaboð að loksins ertu komin á þann stað sem að þú, í gæsalöppum átt að vera á. Eða á þann stað sem að þér var ætlað að vera. Ekki taka því of bókstaflega samt, en sá staður sem þú ert á núna er allavega svona, hvað ég segja, þetta er góður staður að vera á og þú munt eiga góðar stundir og góðar minningar frá þessum tíma í lífið þínu, hvað sem verður svo seinna meir. Ok, kæra steingit, þá ætla ég ekki að hafa þessi orð fleiri. Ég geri síðan annan lestur fyrir þig af allt öðrum toga með öðrum spilum. En ég óska þér alls hins besta, ljós og kærleikur.